Forsetafrú Elísa Reid, menntamálaráðherra herra Kristján Þór Júlíusson, þingmenn, bæjarstjóri, og erum við ekki búin að semja að ég kallaði borgarstjóra, skólameistarar, starfsfólk Háskólans á Akureyri, góðir gestir, en umfram allt kæru kandidatar. Nú í haust eru 30 ár liðin frá stofnun Háskólans á Akureyri. Það flestum ljóst í dag hvílíkt heillaskref það var að bjóða upp á aukið aðgengi að háskólanámi með stofnun háskóla utan höfuðborgarsvæðisins. Í upphafskafla afmælisrits HA frá árinu 2012 kemur skýrt fram að fáir, ef nokkur, hefði getað ímyndað sér að 30 árum síðar, eftir að skólinn stofnaður, væri hér ein öflugasta menntastofnun landsins með rétt 2000 nemendur, 200 kennara og önnur stærsta opinbera skólastofnun. Og sú stofnun veitir öllum aðgengi að sínu háskólanámi í gegnum fjarnám, eða sveigjanlegt nám eins og við köllum það. Þannig hafa allir landsmenn aðgengi að námi við Háskólann á Akureyri sama hvar þeir búa. Á aðeins 30 árum hefur þetta markmið náðst. Íslendingar eiga því frumkvöðlum og eldhugum baráttunnar mikið að þakka. Oft það nú þannig að málefni eru rædd langt skeið. Það eru lagðar fram skýrslur, nefndir funda og komast að jákvæðum niðurstöðum og allir eru sammála að málefni sé gott. En það þarf alltaf einhver að taka af skarið. Það þarf einhver að stíga skrefið til fulls. Og þannig var staðan í upphafi 9. áratugarins gagnvart háskólanámi á Akureyri. Margir einstaklingar voru búin að vinna þrotlausa vinnu. Nefndum og ráðum og skýrslum hafi verið skilað. Það var búið að sýna fram á þörfina fyrir háskólanám. En það hafði staðið í meir en 20 ár. Þannig að öðru atvikum ólöstuðum held ég að það hafi verið hugmyndafræði Haraldar Bessasonar, sem síðar varð rektor Háskólans á Akureyri, og samskipti hans við Sverri Hermannsson, þingmann og þáverandi menntamálaráðherra, sem varð til þess, þeirra samskipti og þessi hugmyndafræði, ásamt allir þeirri vinnu sem aðilarnir unnu, urðu til þess að Háskólinn á Akureyri var stofnaður. Í þessu samhengi það mjög merkileg hugmynd, eða merkilegur atburður, að hugmyndin sjálfstæðan háskóla á Akureyri, ekki útibú annarra menntunarstofnunar, heldur sjálfstæðan háskóla, hún virðist koma fyrst fram í bréfi Haraldar frá árinu 1986. Þannig að í 2 áratugi hafi verið rætt að efla hér háskólanám í tengslu við aðra háskóla, en engum hafði dottið í huga að hér þeir sjálfstæður háskóli. Í því bréfi sem Haraldur ritaði lögð fram skýr sýn sjálfstæðan háskóla til að samfélagið utan höfuðborgarsvæðisins ná að vaxa og dafna á sömu forsendum og önnur borgarsamfélag, þeirra bæjarstjóri. Byggt á þessari skýru sýn og pólitísku þori Sverris Hermannssonar, sem vílaði ekki fyrir sér að beita pennanum,
sem pólitísku sverði og jafnvel pennastrikum hér og þar ásamt dyggum stuðningi þingmanna kjördæmisins og velunnara háskólasamfélagsins tókst að hefja kennslu haustið 1987 í sjálfstæðum háskóla. Og þessi 30 ár hafa verið ævintýri líkust. Hann hefur vaxið og elst skólinn okkar langt umfram björtustu vonir og skólinn dafnar enn. Nemendum fjölgar stöðugt og það mikið að reynt hefur verulega á innviði og starfsfólk skólans. En það hefur samt tekist að viðhalda persónlegu anda og gæðum náms. En nú í vor var enn eitt metið sett í tengslu við nám við skólan. Okkur bárust yfir 1600 umsóknir, met frá upphafi. Metfjöldi verður sem sagt í skólanum nú í haust. Og það er þrátt fyrir að nú í ár eru 336 kandidatar að brautskrást frá 3 fræðasviðum og 22 námsbrautum. Þetta öfluga starf hefði aldrei orðið að veruleika nema vegna þess mikla og góða mannauðs sem skólinn hefur haft innan sinna raða. Allt frá upphafi. Starfsfólki skólans verður seint full þakkað fyrir framlag sitt við að byggja upp háskólan á Akureyri síðustu ár. Skólinn stendur jafnframt á miklum tímamótum. Það eru liðin rétt tæplega 2 ár síðan að háskólan á Akureyri sendi umsókn til menntamálaráðuneytisins heimild til doktorsnáms. Það gerði skólinn eftir að íhugað vandlega faglega getu sína, tekið saman upplýsingar það doktorsnám sem þegar stundað undir handleiðslu prófessora við háskólan á Akureyri og í ljós kom að vel á 40 nemenda voru með einum eða öðrum hætti tengdir við háskólan. Sumir stunduðu allar sínar rannsóknir við háskólan á Akureyri og voru með leiðbeinslu sinn aðalleiðbeinanda frá háskólan á Akureyri. Þessir nemendur hafa hins vegar útskrifast frá annarri háskólastofnun. Það er ætíð sárt þegar nemendur og starfsfólk skólans leggja hart að sér en önnur skólastofnun fær heiðurinn af þeim árangri. Í umsóknarferlinu hefur skólinn gengið í gegnum gæðamat erlendra fagaðila, lagt fram tillögur skipulag námsins og sýnt fram á hvernig skólinn mun takast á við verkefni fjárhagslega. Að loknu öllu þessu er málið nú í höndum menntamálaráðherra. Og eru við því aftur, líkt á árið 1987, með framtíð okkar í höndum ráðherra. Ég hef fulla trú á að núverandi menntamálaráðherra muni líkt á Sverri Forðum beita pennanum af færni og áræðni. En til viðbótar því getur ráðherra byggt á sitt mat á grunni þess faglega mat sem gæðaráðs háskólana hefur unnið starfsemi hér við háskólann á Akureyri. Ég er sjálfur, eftir að hafa tekið þátt í þessu ferli, þá er ég sjálfur þess fullviss að geta fræðumanni við háskólan á Akureyri stendur undir öflugu doktorsnámi á sérsviðum skólans. Þar af leiðandi geta nemendur, starfsfólk, velunnarar skólans og já í raun Íslendingar allir verið stolt af háskólanum á Akureyri og verið vissum að hér hefur átt sér stað arðbær fjárfesting fyrir íslenskt samfélag. 30 ára starfsafmæli skólans er því mikilvægur áfangi fyrir landið allt. Kæru kandidatar, þið eru hér til þess að fagna áfanga. Þið hafið ekki eingöngu öðlast djúpan skilning á ykkar fagi, heldur lært öguð vinnubrögð og gengið gegnum áskoranir við að vinna í hópum við að leysa sameiginleg verkefni. Þið hafið tekið þátt í samfélagi, háskólasamfélagi, þar sem þekking er leiðarljósið að nýjum, snöllum lausnum sem gera lífið betra fyrir alla. Allt er þetta mögulegt vegna þess að frumkvöðlar og baráttu fólk trúðu því að unnt væri að byggja upp nýjan háskóla á Íslandi. Nýjan sjálfstæðan háskóla. Ég vil því nota tækifæri til þess að hvetja ykkur til þess að nýta ykkar þekkingu, færni og hæfni sem þið hafi öðlast í náminu og halda áfram í anda þessara frumkvöðla. Haldið áfram. Haldið áfram að koma með nýjar og stjallar lausnir.
til þess að leysa þessu stóru verkefni sem við landinu okkar og heiminum öllum blasa. Það skiptir engu máli hvort þið hafi stundan nám í heilbrigðisvísindum, hug- eða félagsvísindum, raunvísindum eða viðskiptafræði. Þið hafi öll þekkingu sem þið geti beitt til nýsköpunar. Því nýsköpun er lykillinn að þeirri velferð sem við búum við. Á Íslandi eru fyrirtæki sem framleiða tónlist fyrir erlendar kvikmyndir, meira segja hér á Akureyri. Það eru fyrirtæki sem búa til nýjan hugbúnað og nýjar aðferðir við lyfjaskömmtun við erlend og innlend sjúkrahús. Það eru fyrirtæki sem framleiða afþreyingu sem seldi fyrir 100 milljóna og jafnvel milljarða á hverju ári. Á Íslandi eru líka sjávarútvegsfyrirtæki sem eru í fararbroddi við innleiðingu tæknilegra lausna. Og það eru fyrirtæki sem eru að framleiða þessar tæknilegu lausnir til innleiðingar í matvælaiðnaði á heimsvísu. Á Íslandi eru fyrirtæki sem selja hugbúnaðarþjónustu til grunnskóla alla Evrópu. Og á Íslandi virðast vera óendalegi möguleikar á að bæta og efla ferðaþjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn. Ísland er í dag land tækifæranna. Þið getið skapað ykkar eigin framtíð. Þið getið búið til ykkar eigin störf, sama hvað bakgrunn þið hafið, faglega, félagslega, nú eða búsetulega. Grípið tækifæri og gerið það besta úr þeim. Gerið það besta úr þeim til að skapa ykkar eigin framtíð. Vegna þess að ef þið grípið tækifærin og gerið það ykkar besta, að þá er það versta sem getur gerst, að þið lærið af mistökunum í næsta verkefni. Framtíðin er algjörlega ykkar. Þessum tækifærum stendur einungis ógn af því ófriðarbáli sem virðist vera að kvikna á alþjóðlegum vettvangi. Ófriðarbáli sem kynnt er undir með lýðskrumi misveitra stjórnmálamanna. Þó svo að við sem hér stöndum séum tiltölulega óhult gagnvart þeim ógnunum sem reglulega herjar á fjölmennari samfélög, þá megum við ekki gleyma því. Við megum aldrei gleyma því að við erum hluti af samfélagi þjóðanna. Og við getum aldrei staðið utan þess að taka afstöðu á móti þeim öflum sem berjast gegn lýðræði, mannréttindum og frelsi okkar til athafna. Og sú barátta er ekki eingöngu við hryðjuverka öfl sem reyna að koma málstað sínum á framfæri með ofbeldi. Heldur snýst sú barátta líka að við getum unnið á þessari hryðjuverka ógn án þess að tapa mannréttindum eða frelsi okkar. Því ef að það gerist, þá höfum við þegar tapað baráttunni nú í upphafi. Ágætu kandidatar. Það er ykkar að berjast fyrir lýðræðið. Það er á ykkar ábyrgð að vernda réttinn til þess að kjósa sér leiðtoga. En það er líka ykkar að taka þátt í gagnrýni á stjórnvöld þegar þið teljið að valdhafar hafi ekki lengur hagsmuni almennings að leiðarljósi. Það er ekki nóg að skrifa í athugasemdakerfi samfélagsmiðlana þegar þeir eru óánað yfir einhverjum. Þið verðið að vera virkir þáttakendur í samfélaginu, á öllum stigum þess, sama hvort að við erum að ræða samstarfi skóla barnanna ykkar, eða þáttaka í sveitarstjórnarmálum, eða vera virk í stjórnmála og félagasamtöngum sem vinna landinu gagn. Þið hafið þekkingu sem þið getið nýtt til góðs fyrir ykkur og ykkar samfélag. Gleymið því aldrei að frelsið til þess að ferðast óhindrað á milli landa. Frelsið til þess að stunda nám við menntastofnanir allan heim. Frelsið til að tjá ykkur. Frelsið til að kjósa. Frelsið sem tók árþúsundir fyrir vestræn samfélag að þróa og innleiða fyrir alla sína þegna. Og sumir getur sagt að við erum ekki búin að innleiða enn fyrir alla okkar þegna. Þetta frelsi getur verið tekið frá ykkur á örskotsstundu. En það verður aðeins gert ef að þið leyfið því sjálf að gerast. Ef þið hins vegar nýtið frelsið ykkar til góðs, eru virkir samfélagsþegnar, þá verður frelsið aldrei frá ykkur tekið. Kæru gestir, bæði nær og fjær. Ein af meginstoðum nútíma samfélags er þekking. Þekking sem er í stöðugri uppfærslu með rannsóknum og þróun.
Baráttu fólk fyrir sjálfstæði Íslands á 19. öldinni skildi vel mikilvægi þekkingar og eitt af helstu baráttumálunum var að byggja upp sjálfstæðan háskóla á Íslandi. Það er aðgengi að þessari þekkingu sem verður að vera til staðar og besta leiðin til þess er að háskólar landsins séu öflugir. Háskólinn á Akureyri hefur verið í fararbroddi við að veita menntun til íbúa allra landshluta. Það sést best á því að 75% okkar nemenda fram að þessu hafa komið eða búið á landsbyggðunum. En til þess að skólinn geti staðið við þessa þjónustu til framtíðar verður að auka fjárframlög til háskólastigsins. Á meðal okkar í dag situr menntamálaráðherra og það er freistandi að nota tækifæri til að brýna ráðherra til dáða og finna aukið fé til málaflokksins. En það ætla ég ekki að gera í dag. Það verða önnur tækifæri til þess. Í dag ætla ég að biðla til ykkar, sem hér eru bæði nær og fjær. Ég vil biðja ykkur að styðja við baráttu háskólans á Akureyri fyrir auknum fjárveitingum með því að ræða við ykkar þingmenn mikilvægi háskólan fyrir samfélagið og aðgengi þess allt land. Ég vil biðja ykkur, kæru gestir, að setja háskólamálin í forsæti. Ég vil að þið bendið á að forgangsraða þurfi fjármunum til þess að tryggja aðgengi barna ykkar, já og barnabarna ykkar, að alþjóðlega samkynhneigðs háskólanámi. Þannig að efnahagur ráði því ekki hvort þau geti menntað sig. Að félagslegar aðstæður hindri fólk ekki í að öðlast æðri menntun og þekkingu til að bæta líf sitt og annar. Stjórnmálamaðurinn og ráðherrann getur lítið gert ef hann fær ekki stuðning. Já, jafnvel smá þrýsting líka, til þess að forgangsraða málefnum háskóla þegar kemur að því að ákvarða hvernig við nýtum sameiginlega sjóði okkar. Nútíma samfélag sem hefur ekki aðgengi að öflugu háskólanámi mun dragast aftur úr í lífskjörum og velferð. Hjálpið háskólanum á Akureyri til þess að ná athygli ráðamanna þannig að við getum elt enn frekar það þjónustu sem skólinn veitir allt land. Þetta er svo stórglæsilegu hópur mér. Fallast orð, kæru kandidatar. Ég vil þakka ykkur fyrir að hafa valið háskólan á Akureyri sem skólan ykkar og hvetja ykkur til að gerast góðvinur skólans og ganga í góðvinafélagið. Við viljum halda við ykkur góðum og sterkum tengslum við ykkur sem bráðum eru okkar fyrrum nemendur. En minnum á að örar breytingar í nútíma samfélagi krefjast sífelldrar uppfærslu á þekkingu og menntun hvers og eins. Liðinn er sá tími að við gegnum sama starfi allan okkar starfsferil. Þið munuð stöðugt þurfa að endurnýja þekkingu ykkar. Og það er verkefni sem skólinn vil gjarnan aðstoða ykkur við til framtíðar og meðal annars með því að geta boðið upp á doktorsnám á næstu misserum. Þá vil ég óska fjölskyldum ykkar og aðstandendum innilega til hamingju með daginn. Og lokum vil ég segja þetta við ykkur. Stefnið ávallt þangað sem hjartað segir ykkur að fara. En notið hyggjuvitið, færni ykkar og þekkingu til þess að komast á þann áfangastað. Kæra þakki fyrir samveruna síðustu ár og fyrir hönd starfsfólks háskólan á Akureyri og kennara ykkar og óska ykkur alls velfarnaðar í framtíðinni. Áður en við vindum okkur í brautskráninguna sjálfa ætlar Birkir Blær, 17 ára akureyringur, að flytja fyrir okkur nokkra tóna, en Birkir hefur verið að spreyta sig á ábreiðum eða eigin útgáfum af lögum eftir súðvíkinginn Múkisson og úr verður nokkurs konar vestfisk norrlenskur bræðingur sem getur auðvitað aldrei verið neitt nema gott. Birkir er að koma sér fyrir á sviðinu en leið og hann er tilbúinn þá ætlar hann að flytja fyrir okkur lagið Ljósvíkingur eftir Múkisson. Gjörðu svo vel, Birkir.
En geng ég þennan dimma dal sem aðrir með svartari sal. Ég geng ekki ein. Veit hver einn og einasti einstaklingur fæðist hér sem ljósvíkingur. Ég geng ekki ein. Ég geng. Hörmungar og vantrú, Drottinn, hvar ert þú? Ég geng ekki ein. Ég vildi samt ósk ég væri meira vakandi og viðurkenni vel að stundum er ég sofandi. Ég geng alein. Ég trúi því að allir hafi kraft og geti áhrif haft. Ég geng ekki ein. Við náungan að vaka yfir mér, allir ljósvíkingar hjarta sér. Ég geng ekki ein. Hörmungar og vantrú, Drottinn, hvar ert þú? Ég geng ekki ein. Þá er komið að brautskráningu kandídata en í ár fá þeir mælu með einkennismerki skólans og ártali. Við viljum biðja ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar að hverji deild eða braut en það er að sjálfsögðu velkomið að klappa fyrir þeim sem hljóta viðurkenningar. Ég bið ykkur kæru gestir að taka ekki myndir á meðan á brautskráningu stendur. Ljósmyndarar á vegum skólans munu sjá það og gera það af kostgefni og þær verða síðan gerðar aðgengilegar á netinu fyrir alla. Fyrst brautskráir Eydís Kristín Sveinbirnadóttir, kandídata af heilbrigðisvísindasviði. Kæru kandídatar og aðrir góðir gestir. Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri brautskráir í ár samtals 95 einstaklinga frá hjúkrunarfræðideild, iðjuþjálfunarfræðideild og framhaldsnámsdeild. Það er ekki síst vegna góðs orðspors, náms og kennslu á heilbrigðisvísindasviði að enn eitt árið er metaðsókn að námi í öllum deildum sviðsins. Það eru 255 búnir að skrá sig í nám í hjúkrunarfræði en aðeins 55 eru teknir í námið vegna fjöldatakmarkana, 94% af þeim verða hjúkrunarfræðingar. Háskólinn á Akureyri hefur komið því skýrt á framfæri við heilbrigðisráðherra og menntamálaráðherra að við getum
og erum tilbúin til að fjölga brautskráðum hjúkrunarfræðingum með auknu fjármagni til hjúkrunarfræði námsins. Okkur skortir ekki nemendur sem skrá sig í hjúkrunarfræðinám og eiga þann draum að verða hjúkrunarfræðingar. Kennarar og starfsfólk sviðsins leggur hart að sér og á sérstakar þakkir skilið fyrir metnaðarfullt starf. Endurskoðun og miklar breytingar hafa verið gerðar á námskrá í iðjuþjálfunarfræðum en aldrei hafa jafn margir skráð sig í iðjuþjálfun eða 60 manns. Framhaldsnámið í heilbrigðisvísindum býður nú upp á 12 fjölbreyttar og spennandi brautir til meistaragráðu og vonandi bjóðu við fljótlega upp á nám til doktorsgráðu. Kæru kandidatar, þið eruð og verðið alltaf fulltrúar Háskólans á Akureyri hvar sem þið munuð starfa. Þið kunnið að sýna umhyggju, bæta líðan og lina þjáningar. Þið hafið skapað ykkur sterka sjálfsmynd og störfin ykkar einkennast af fagmennsku sem byggist á gagnreyndri þekkingu. Á þessum fallega og hátíðlega degi óska ég ykkur til hamingju með áfangan og velfarnaðar í leik og í starfi. Nú hefst brautskráning frá heilbrigðisvísindasviði og bið ég deildarformin að koma og aðstofa mig við afhendingu skírteina. Deildarformaður hjúkrunarfræðideildar Sigfríður Inga Karlsdóttir dósent, deildarformaður iðjuþjálfunarfræðideildar Olga Ásrún Stefánsdóttir aðjúnkt og deildarformaður framhaldsnámsdeildar Sigríður Halldórsdóttir prófessor. Fyrst verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í hjúkrunarfræði og vil ég biðja þá að ganga fram og veita skírteinum sínum viðtöku. Ég les einnig upp nöfn þeirra sem ekki eru viðstaddir brautskráningu. Agla Ösp Sveinsdóttir, Alvilda María Georgsdóttir, Arna Hrund Baldursdóttir Bjartmars, Arney Eir Einarsdóttir, Ágústa Guðrún Geirharðsdóttir, Berglind Eiðsdóttir, Berglind Júlíusdóttir, Brynja Sigurgeirsdóttir, Elín Friðriksdóttir, Ester Lind Önnudóttir, Eva Dögg Kristinsdóttir, Eyrún María Elísdóttir, Eyrún Gísladóttir, Eyrún Björk Svansdóttir, Guðlaug Hrönn Gunnarsdóttir, Guðmunda Helgadóttir, Guðrún Karolína Guðjónsdóttir, Guðrún Edda Hauksdóttir, Guðrún Helga Marteinsdóttir, Gunnar Bergmann Steingrímsson, Hekla Hrönn Þorvaldsdóttir, Henný Hrund Jóhannsdóttir, Herdís Sif Ásmundsdóttir, Hildur Vala Hallgrímsdóttir, Hildur María Kristbjörnsdóttir, Iða Brá Kúforíi Markúsdóttir, Jónas Gottsk Röggvaldsson, nú hingra aðeins, það eru 3 núna sem ekki, Katrín Ásbjörnsdóttir, Kristín Birna Halldórsdóttir, Kristján Karlsson, Liljana Mílen Koska,
Magnea Rún Hauksdóttir, Olga Þórunn Gústafsdóttir, Ragnheiður Hjartardóttir, Ragnheiður Sjöfn Reynisdóttir, Ragnhildur Dóra Elíasdóttir, Rannveig Jónsdóttir, Sandra Leifs Hauksdóttir, Sara Björg Pétursdóttir, Sigríður Edda Ásgrímsdóttir, Silja Rún Kjartansdóttir, Sunna María Skram, Svanhildur Kristínardóttir. Þuríður, ég ætla að biðja það að hingra augnablik. Þuríður Helga Ingvarsdóttir, hún hingra meðan ég klára að lesa. Þuríður Helga Ingvarsdóttir fær viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun á heilbrigðisvísindasviði í grunnnámi frá KEA. Hún fær viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í hjúkrunarfræði 9,45 og er svo hæsta frá upphafi náms og þá viðurkenningu fær hún frá sjúkrahúsinu á Akureyri eða SAK. Og í þriðja lagi þá fær hún viðurkenningu fyrir góðan árangur í heilsugæslufræðum frá Heilbrigðisstofnun Norðurlands HSN. Til hamingju. Þá er lokið brautskráningu frá hjúkrunarfræðideild. Nú verða brautskráðir kandídata með BS-prófi í iðjuþjálfunarfræði og ég vil biðja þá að ganga fram og veita skírteinum sínum viðtöku. Bryndís Jónsdóttir. Til. Elva Kristín Sævarsdóttir, Eva Hrund Pétursdóttir, Guðrún Ása Eysteinsdóttir, Guðrún Helga Kjærnesteð, Hafrún Lilja Halldórsdóttir, Halldóra Sif Sigurðardóttir, Henrietta Fríða Arnardóttir, og Jónína Einarsdóttir, hún fær viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í iðjuþjálfun frá Iðjuþjálfafélagi Íslands. Katrín Elva Eiríksdóttir, Laufey Þórdís Sigurðardóttir, Lilja Pálína Kristjánsdóttir, Petra Sæunn Heimisdóttir, Rakel Bærings Halldórsdóttir, Sara Pálmadóttir, ég ætla að biðja það hingra aðeins. Hún fær viðurkenningu fyrir góðan árangur í 3. og 4. árs iðjuþjálfunarfræði námskeiðum frá sjúkrahúsinu á Akureyri. Gjörðu svo. Sigrún Björg Steinþórsdóttir, Silja Margrét Stefánsdóttir, Sonja Ólafsdóttir, Unnur Birgitta Halldórsdóttir og Valgerður Þ. Snæbjarnardóttir. Þá er lokið brautskráningu frá iðjuþjálfunarfræðideild. Nú verða brautskráðir kandídatar með MS-gráðu í heilbrigðisvísindum. Ég vil biðja þá að, þeir eru komnir hérna til mín, Ásthildur Björnsdóttir, Berglind Harpa Svavarsdóttir,
Guðrún Soffía Viðarsdóttir, Hrafnhildur Gunnþórsdóttir, Katrín Ragnheiður Guðmundsdóttir, Margrét Blöndal, og Nína Hrönn Gunnarsdóttir. Þá lokið brautskráningu frá framhaldsnámsdeild og frá heilbrigðisvísindasviði. Takk. Nú brautskráir Lars Gunnar Lundsten, kandidata hug- og félagsvísindasviðs. Kæru kandidatar og góðir gestir, eftir örstutta stund munum við brautskrá samtals 155 kandidata í hug- og félagsvísindum. Kæru vinir, í dag eru þið sem sagt að útskrifast úr háskóla. Nánar tiltekið eru þið að útskrifast í hug- og félagsvísindum, ef þið vissu það ekki. En hvað þýðir það? Ja, í okkar fræðum eru starfsréttindi og þjálfun í ákveðið starf hreinlega ekki aðalatriðið. Af hverju segi ég það? Ja, auðvitað mikilvægt að fá vinnu þegar maður kominn með háskólapróf og vitaskuld þurfa menn starfsréttindi til dæmis í kennarastétt. En samt, háskólamenntun á ekki að vera starfsþjálfun. Eðli háskólamenntunar að vera mannbætandi. Einkum hjá okkur í hug- og félagsvísindum. Einkum hjá okkur eðli og tilgangur háskólamenntunar að gefa nemendum tækifæri að þroskast til þess að smám saman verða góðir borgarar í síðmenntuðu samfélagi. Ef þið vissu það ekki, þetta var tilgangur þess að þið væruð hér. Hlutverk ykkar sem einstaklinga með æðri menntun í okkar fræðum verður því að efla og varðveita íslenska menningu og íslenskt þjóðfélag. Í því hlutverki skipta starfsréttindi og lokaengun í tilteknum áföngum ekki sköpum. Hins vegar skiptir rétta hugarfarið öllu. Það skiptir öllu máli. Hugarfarið. Ég viss að þið hafið rétta hugarfarið. Til hamingju. Svo langar mig að kalla formann félagsvísinda á lagadeildar, hann Kjartan Ólafsson, og formann kennaradeildar, hann Braga Guðmundsson, mér til aðstoðar við brautskráninguna, sem hefst núna. Nú fer sem sagt fram brautskráning frá félagsvísinda og lagadeild við Háskólann á Akureyri. Ég mun lesa nöfn allra sem brautskrást, en sumir þeirra eru því miður ekki viðstaddir. Fyrst verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í félagsvísindum. Gísli Stefánsson. Inga Hrönn Ólafsdóttir. Kolbrún Ósk Baldursdóttir. Tinna Ósk Þórsdóttir. En nú verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í fjölmiðlafræði. Og áður en við byrjum af því, þá ætla ég að segja að Blaðamannafélag Íslands
gefur þeim sem brautskrást í fjölmiðlafræði bókargjöf. Og bækurnar eru mjög flottar eins og þið sjáið. Fyrstur er Arnar Geir Halldórsson. Egill Páll Egilsson. Eva Björk Benediktsdóttir, Halldóra Kristín Bjarnadóttir, Heiðrún Villa Ingudóttir. Hera Melgar Aðalheiðardóttir. Hrönn Magnúsdóttir. Ingibjörg Bergmann Bragadóttir. Jón Ágúst Eyjólfsson. Jóna Sigurlaug Friðriksdóttir. Katrín Lilja Kolbeinsdóttir. Magnús Hlynur Hreiðarsson. Marta Sigmarsdóttir. Óðinn Svan Óðinsson. Sigrún Ógott Ottósdóttir. Sigurjón Már E. Gunnarsson. Skúli Bragi Magnússon. Veronika Rut Haraldsdóttir. Vigdís Diljá Óskarsdóttir. Svo er Þorvaldur Örn Kristmundsson ekki viðstaddur. Nú verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í lögfræði. Fyrst Kristín Gerðalíð. Sesselja Ingibjörg Reynisdóttir. Og svo verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í nútímafræði. Fyrstur er Birgir Örn Guðjónsson. Sesselja Úlfarsdóttir og Sól Margrét Bjarnadóttir. Næst verða brautskráðir kandidatar með BA-prófi í sálfræði. Þetta er halvur salurinn svona það bil. Agneta Thomsen, Andrea Ýr Arnarsdóttir, Andri Már Mikaelsson, Anna Guðrún Maríasdóttir, Anna María Sífúsdóttir, Auður Svansdóttir, Ágústa Sigríður Jónsdóttir, Ásbjörn Örvar Þorláksson, Ásþór Óðinn Ólafsson. Bergljót María Sigurðardóttir, Bryndís Stefansdóttir, Ellý Tómasdóttir, Eydís Hendse Pétursdóttir. Fanney Björk Ingólfsdóttir. Friðrik Már Ævarsson. Fríða Rún Einarsdóttir, Guðbjörg Lilja Hilmarsdóttir. Guðbjörn Holm Veigarsson. Guðfinna Hugrún G. Jónasdóttir, Guðný Jóna Guðmarsdóttir. Guðrún Kristín Blöndal. Guðrún Jónína Jónsdóttir. Guðrún Ása Viðarsdóttir.
Helga Júliusdóttir, Helgi Már Guðmundsson, Hildur Inga Magnadóttir, Hjördís Eva Loftsdóttir, Hjördís Perla Rafnsdóttir, Hrafney Svava Þorsteinsdóttir, Ingunn Alexandersdóttir, Íris Stella Sverrisdóttir, Jóhann Björn Sigurgeirsson, Jóna Fríður Sigurðardóttir, Karen Nóadóttir, Karen Birna Þorvaldsdóttir, Katrín Emma Jónsdóttir, Kári Olfjörð Ásgrímsson, svo ætla ég að biðja þig að hinkra aðeins, Kári Erlingsson. Kári hefur sýnt afburða árangur í námi til BA-prófs í sálfræði og er með hæstu meðaleinkunn brautskráðra bakkalárnema á hug- og félagsvísindasviði vorið 2017. Fyrir þessa glæsilegu framistöðu hlýtur hann viðurkenningu KEA að upphæð 50.000 krónur og einnig viðurkenningu félagsvísinda deildar fyrir hæstu einkunn við deildina. Til hamingju. Klara Lind Jónsdóttir, Logi Úlfarsson, Lovísa Dögg Viggósdóttir, Magnea Jónasdóttir, Margrét Tórshamar Georgsdóttir, Margrét Inga Guðmundsdóttir, Margrét Jakobsdóttir, Margrét Rún Snorradóttir, Óttar Gunnarsson, Patricia María Reimus, Pálmi Rafn Pálmason, Ragnheiður H. Ragnarsdóttir, Rannveig Dögg Haraldsdóttir, Sigrún Elísabet Arnardóttir, Sólrún Eva Árnadóttir, Stefania María Arnardóttir, Tanja Rut Hermansen, Telma Eiðsdóttir, Telma Brimdís Þorleifsdóttir, Theodóra Kristjánsdóttir, Torfi Már Jónsson, Þóra Björk Eiríksdóttir. Nú verður brautskráður kandidat með MA, sem sagt meistarapróf í fjölmiðla og boðskiptafræði, Erna Kristín Kristjánsdóttir. Og síðan verða brautskráðir kandidatar með meistaraprófi heimskautarétti, Bjarki Már Magnússon. Og svo á hann að hinkra við hérna maðurinn, næsti maðurinn, sem heitir Romain François Chauffard, af því að hann hlýtur viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í framhaldsnámi við félagsvísinda og lagadeild. Til hamingju. Þá lokið brautskráningu frá félagsvísinda og lagadeild.
Nú fer fram brautskráning frá kennaradeild. Gjörið svo vel. Ég mun aftur lesa nöfn allra sem brautskrást, einnig þeirra sem eru ekki viðstaddir. Fyrst verða brautskráðir kandidatar með B.Ed.-próf í kennarafræði. Erla Sigrún Einarsdóttir. Ester Gunnveig Gestsdóttir. Herdís Ólöf Pálsdóttir. Hildur Hjaltadóttir. Íris Björk Ákadóttir Reykdal. Jennifer Tryggvadóttir. Jenny Lind Gunnarsdóttir. Karen Rut H. Aðalsteinsdóttir. Kristín Dögg Jónsdóttir. Mekkin Einarsdóttir. Petra Sif Björnsdóttir. Svo máttu bíða smá. Næst Steinunn Erla Davíðsdóttir. En Steinunn Erla hlýtur viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í B.Ed.-námi í kennarafræði. Næst verða brautskráðir kandidatar með M.Ed.-próf í menntunarfræði, sem sagt meistranemar. Fyrst Andrea Diljá Ólafsdóttir. Ásdís Lilja Ingimarsdóttir. Erla Rut Jónsdóttir. Gísli Felix Bjarnason. Halla Dögg Jónsdóttir. Helga Ingadóttir. Helga Ólöf Þórdísardóttir. Herdís Magnúsdóttir. Ingunn Jónsdóttir. Jóhann Gunnar Sigmarsson. Jónína Björk Stefansdóttir. Júlía Guðrún Gunnarsdóttir. Katrín Júlía Pálmadóttir. Kjartan Már Gunnarsson. Laufey Guðmundsdóttir. Fyrirgefðu. Ragnheiður Thelma Snorradóttir. Ragnheiður Tinna Tómasdóttir. Svo máttu bíða smá. Rut Margrét Friðriksdóttir. En Rut Margrét hlýtur viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í 5 ára námi til M.Ed.-prófs í menntunarfræði. Til hamingju. Svo Þórarinn Rögnvaldsdóttir. Og loks verða brautskráðir kandidatar með MA-próf í menntavísindum, sem sagt líka meistaranemar. Auður Björgvísdóttir. Friðrik Arnarsson. Kristín Hrönn Árnadóttir. María Aðalsteinsdóttir. Sigurbjörg A. Sævarsdóttir. Yrsa Hörn Helgadóttir.
Næst Þóra Björg Eiríksdóttir, en Þóra Björg hlýtur viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í 2 ára námi til MA prófs í menntavísindum. Til hamingju. Og síðasti kandidatin sem útskrifast heitir Þuríður Óttarsdóttir en hún ekki viðstödd. Þá lokið brautskráningu frá kennaradeild og á sviðinu öllu. Kæru kandidatar, heyrist í þessu? Já. Góðu gestir, samstarfsfólk. Nú verða brautskráðir kandidatar að viðskipta og raunvísindasviði. Sviðinu tilheyra 2 deildir, viðskiptadeild þar sem kennt í grunnnámi á 2 námslínum, annars vegar stjórnun og markaðsfræði og hins vegar stjórnun og fjármálum, og síðan auðlindadeild þar sem í grunnnámi kennt í 2 megin námslínum, sjávarútvegsfræði og líftækni, auk þess sem boðið upp á diplómanám í náttúru- og auðlindafræði. Rannsóknartengt meistaranám einnig í boði í báðum deildum. Samhliða námið sem boðið hér á Akureyri útskrifar sviðið meistaranema í haf- og strandsvæðastjórnun sem kennt við Háskólasetur Vestfjarða. Við upphaf þessa skólaárs voru 479 nemendur skráður í nám á sviðinu, þar sem hefur í ár, sem endranær, verið unnið mikið og fjölbreytt starf, ekki bara í námi, heldur einnig í rannsóknum og þróun, í góðu samstarfi við samstarfsstofnanir og atvinnulíf. Vil ég nota tækifærið og þakka samstarfsaðilum, nemendum og starfsfólki sviðsins fyrir góð störf og ánægulegt samstarf á skólaárinu. Að þessu sinni verða brautskráðir 65 kandidatar eftir nám á bakkalárstigi við viðskipta- og raunvísindasvið. En eins og ég nefndi þá útskrifar háskólinn einnig 21 nemanda með meistaragráðu í haf- og strandsvæðastjórnun, en þeir fá skírteinin sín afhent við sérstaka athöfn á Ísafirði þann 17. júní. Og eins og hinir sviðsforsetarnir þá mun ég við brautskráningu lesa upp nöfn allra kandidata og einnig þeirra sem að einhverjum ástæðum sá sér ekki fært að vera viðstaddir athöfnina. Hefst nú brautskráningin og vil ég kalla mér til aðstoðar prófessor Jóhann Örlygsson, deildarformann auðlindadeildar, og Guðmund Kristján Óskarsson, deildarformann viðskiptadeildar. Veitt verða verðlaun fyrir besta námsárangur við báðar deildir sviðsins, auk þess sem KEA veitir viðurkenningu fyrir besta námsárangur á fræðasviðinu öllu. Fyrst verða brautskráðir nemendur frá auðlindadeild og bið ég þá að rísa úr sætum og ganga fram og veita skírteinum sínum viðtöku. Og prófessor Jóhann Örlygsson, deildarformaður auðlindadeildar, mun sjá að afhenda þeim skírteinin sín. Fyrst verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í líftækni. Brynjar Þór Friðleifsson, Edmondo Steinar de Santis, Guðmundur Örn Magnússon, Gunnur Sveinsdóttir, Hallgrímur Steinsson. Hann hlýtur viðurkenningu fyrir besta námsárangur í auðlindadeild og hann hlýtur einnig styrk frá KEA fyrir besta námsárangur við sviðið í heild sinni þetta vorið. Helena Sævarsdóttir, Margrét Kristín Pétursdóttir, Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir,
Þá verða brautskráðir kandidatar með BS-prófi í sjávarútvegsfræði, Aðalsteinn Stefnisson, Alexandra Evidóttir, Almar Daði Jónsson, Benedikt Þór Jóhannsson, Daði Tryggvason og síðan á að standa þarna Fannar Freyr Magnússon sem lýkur 2. gráðu í sjávarútvegsfræði og viðskiptafræði. Fanney Björk Friðriksdóttir, Freysteinn Nonni Mánasson, Hjálmar Örn Erlingsson, Hrannar Darri Gunnarsson, Karitas Ríkardsdóttir, Ketill Gauti Árnason, Steinunn Eiríksdóttir, Sunneva Ósk Guðmundsdóttir og loks Unnur Inga Kristinsdóttir. Og þá lokið brautskráning úr auðlindadeild og þakka ég deildarformanni fyrir aðstoðina. Nú verða brautskráðir kandidatar úr viðskiptadeild og bið ég þá að ganga fram og veita skírteinu sínum viðtöku. Og Guðmundur Kristján Óskarsson, deildarformaður, sér að afhenda nemendum skírteini sín. Með BS gráðu í viðskiptafræði á stjórnunar- og fjármálabraut, Arna Fjóla Helgudóttir, Elva Björk Sigurðardóttir, Guðbjörg Jónsdóttir, Guðný Margrét Hjaltadóttir, það fannst sem betur fer. Þetta var Guðný Margrét Hjaltadóttir, já. Guðrún Þóra Hallgrímsdóttir, Heiðdís Rósa Sigurjónsdóttir, Hildur Ír Sæbjörnsdóttir, Karolína K.R. Gunnlaugsdóttir, Katrín Hulda Guðmundsdóttir, Kenneth Peter B. Svenningsen, Kolbrún Sif Gretarsdóttir, Kristján Loftur Helgason, Pétur Pétursson, Rakel Kristinsdóttir, Stefania Ósk Ásmundsdóttir og loks Kristín Jónsdóttir. Með BS-gráðu í viðskiptafræði á stjórnunar- og markaðsbraut, Aðalsteinn Ingi Pálsson, Arnheiður H. Hafsteinsdóttir, Ásta Björk Benónísdóttir, Daniel Guðmundsson, Guðbjörg Brynja Pálsdóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir, Halldór Óli Kjartansson, Halldóra Kristín Ágústsdóttir, Halldóra Árný Viðarsdóttir, Hanna Þóra Helgadóttir, Helena Leifsdóttir, Hildur Birna Birgisdóttir, Ingibjörg Blakar Hreggviðsdóttir, Ingunn Lára Ívarsdóttir, Karen Björk Gunnarsdóttir, hún hlýtur viðurkenningu fyrir besta námsárangur í viðskiptafræði. .
Kolbrún Kara Pálsdóttir, Kristín Inga Atladóttir, Linda Rakel Jónsdóttir, Lovísa Einarsdóttir, Sandra Marín Kristínardóttir, Solveig Friðriksdóttir, Svala Dröfn Sigurjónsdóttir, Unnur Árnadóttir og loks Unnur Linda Guðmundsdóttir. Með B.skráðu í viðskiptafræði til viðbótar við B.skráður í sjávarútvegsfræði frá síðastliðnu vori hljóta Melkorka Ægisdóttir, Silvía Kolbrá Hákonadóttir og Þórhildur Sigurðardóttir. Þá lokið brautskráningu úr viðskiptadeild og þakka ég deildarformanni fyrir aðstoðina. Brautskráningu kandidata frá viðskipta- og raunvísindasviði þá lokið. Ég óska kandidatum, fjölskyldum þeirra og öðrum aðstandendum innilega til hamingju með áfangan og alls velfarnaðar ókomin ár. Takk fyrir og njóti dagsins. Það mér mikil ánægja að fá að kynna forsetafrú Elísu Reid sem heiðursgestur háskólahátíðar að þessu sinni. Góðan daginn. Ágæti rektor, mennta- og menningarmálaráðherra, bæjarstjóri, útskriftanemendur, vinir og vandamenn og aðrir góðir gestir. Ég óska ykkur til hamingju með þennan stóra áfanga og þakka ykkur fyrir að bjóða mér hingað til að taka þátt í hátíðahöldunum. Mér fannst mjög gaman að vera í háskóla. Ég lærði alþjóðasamskipti í litlum háskóla með bara 1200 nemendur. Hann heitir Trinity College og hlutur af University of Toronto sem stór skóli í Toronto miðri, stærstu borg Kanada. Í ferilskráni minni stendur að það sem ég hafi lært sé alþjóðasamskipti. Og það svo sem alveg rétt. En með þátttöku minni í félagslífi lærði ég líka að afla fjár frá fyrir nemendum skólans í þá umhverfismála. Ég lærði að flytja ræðu fyrir framan 100 manna. Lærði að vinna í teymi við skipulag viðburða, auk þess sem ég lærði að skipuleggja val námskeiða þannig að ég gæti sofið út á föstudögum. Og aldrei mist af nýjasta Friends-þáttunum. Þetta var allt mjög spennandi fyrir stelpu sem ólst upp á sveitabæ 50 kilometra frá Ottawa, höfuðborg landsins. Okkur nemendunum fannst Trinity College alveg einstakur staður. Hefðir háskólana í Oxford og Cambridge voru á margan hátt hafðar í heiðri og alltaf snættum við kvöldverð í skikkju og fórum með borðbænir á latinu. Elsta málfundafélag Kanada starfaði við skólan og ég var þar fasta gestur á vikulegum fundum. Ég bjó á stúdendagarði, þar sem var einn garður fyrir stráka, annað fyrir stelpur og ég viðurkenni þó að það afhjúpi að ég öldi eldri en flest ykkar, að það var einn landlínusími við enda gangsins sem allir gátu nota til að taka á móti símtölum. Matsalurinn leit út eins og sviðsmynd í Harry Potter. Hann var klæddur viðarpannel,
skreytur veggteppum og málverkum af fyrirverandi rektorum. En yfir innganginum var stór klukka og yfir henni þessi áletrun. Ég skal lesa á ensku fyrst. Slow comes the hour, its passing speed, how great. Á íslensku stundin nálgast hægt en kvefur hratt. Slow comes the hour, its passing speed, how great. Hefur ykkur kannski stundum þótt sem dagurinn í dag myndi aldrei ætla að renna upp? Ég veit að það hefur kostað ykkur elju, úthald og mikla vinnu að ljúka verkinu. Ef þið lítið tilbaka, langt tilbaka, til fyrstu kennslustundirinnar í háskólanum, þá virtist þessi stund í dag, þegar þið takið við útskriftaskirtiteininu, hafi verið í óvarfjarlægt. En trúið mér, einn dagur verður þetta allt eins og í móðu. Reynsla hvers og eins einstök. Vinnan sem skilar ykkur þessum árangri mikil og þið getur verið stolt af henni. Það mikilvægt að gefa sér tóm til að hugsa þennan árangur og vera stoltur af honum. Kannski var leiðin að markinu öðruvísi en þið reiknuðu með í byrjun. En það sem máli skipti að takmarkið náðist. Njóti þess. Brosið. Setjið status á Facebook. Sparið ekki broskallana. En, kæru vinir, hvað tekur nú við? Óvissa getur verið dálítið óþægileg. Fyrir hvað hef ég eiginlega undirbúið mig með náminu? Fæ ég vinnu? Fæ ég áhugaverða vinnu? Mun ég hafa efni á að kaupa mér íbúð? Hvert liggur leiðin héðan? Þið skuli ekki láta óvissuna hræða ykkur. Nýtið ykkur eðlislega bjartsýni, réttlætiskennd og sanngirni. Í þessu mikla leikriti lífsins okkur öllum ætlað hlutverk. Finnið ykkur fyrirmyndir. Verið sjálf öðrum fyrirmynd. Þið hafi nú þegar náð langt. Þið hafi fjárfest ekki aðeins í eigin framtíð, heldur framtíð okkar allra. Nú tíminn tilkominn að snúa sér að þeim verkefnum sem þið hafi ástríðu fyrir, taka áskorunum sem þess virði að þeim sé tekið. En við líka öll hlutir að samfélagslegum sáttmála. Við hin höfum líka fjárfest í ykkur. Við höfum öll okkar skyldur. Okkur ber að hjálpa hvert öðru, ber að beitum kröftum okkur á jákvæðum hátt í samfélaginu. Fyrst og fremst þurfum við að hjálpa hvert öðru. Við ekki ein. Ef þið sjáið ættingja, vin eða kunningja sem virðist hafa gleymt þessi atriði, skuluð þið minni þau á það. Ef þið eins heppin og ég að hafa fundið lífsförunaut, skuluð þið vera reiðubúin að veita stuðning, alveg eins og þið að geta fengið stuðning úr sömu átt. Fyrir mig það mjög skrítin tilfinning að vera svona mikið í opinberi vettvangi vegna árangurs sem maki minn hefur náð. En ég mjög stolt af honum og veit líka að hann sækir styrk til mín, rétt eins og ég til hans. Verðið þið stundum vör við að fólk fær öðruvísi viðmót vegna kynverðis síns,
kynhneigðar eða kynþáttar. Ef menn láta slíkt óátalið, eykst skeytingarleysi misrétti. En ef einhver af skarið og mótmæli slíku kemur í ljós að aðrir sem þorður kannski ekki að segja sitt álit muna fylgja því fordæmi. Reynum á hverjum degi að koma einhverju jákvæðu til leiðar fyrir einhver annan. Horfum stund á samfélag hér. Þetta er dásamlegur staður sem þið völduð til að afla ykkur háskólamenntunar. Margbreytilega verkefna og félaga hér á Akureyri er miklu meira en fólksfjöldin gefur tilefni til að ætla. Hér er mikilvæg starfsemi á til dæmis sviði norðurslóðarannsókna og nýsköpun í heilbrigðisvísindum á heimsmælikvarða. Hvert getur ykkar framlag orðið til þessa öfluga samfélags? Hvernig getið þið bætt það? Hafið þið ástríðu fyrir listum, íþróttum, umhverfismálum, nýsköpun, stjórnun, samfélagsþjónustu, þróun, öldruðum, ungum, innflytjendum? Finnið ykkar áhugasvið. Það verður okkur öllum til góðs. Horfið á þjóð okkar. Hvað er hér vel gert? Hvað gerir ykkur stolt af að vera hluti af þessu samfélagi? Hvað má betur fara? Hvaða hlutverki getið þið gegn í umbótum? Verið upplýst, verið virk. Bjóð ekki fram til Alþingis eða í bæjarstjórn. Takið þátt í sjálfboðastarfi. Stofniðið félag. Kæru útskriftanemar. Við megum ekki heldur gleyma jörðinni. Ég er stolt af að hafa alist upp í landi sem er þekkt fyrir að vera opið innflytjendum, hvaðanæva úr heiminum, landi sem hefur jafnframt þróað hlutverk friðargæsluliða og hlaut reyndar friðarverðlaun Nóbels fyrir það. Og ég er jafnvel enn stoltari af því að hafa nú gert það land að heimalandi mínu sem er friðstæðasta land í heimi og það land þar sem jafnrétti kynjanna er mest. Þó að auðvitað megi alltaf bæta betur. Það getur verið að við búum á eyju, en þó er engin þjóð eyland. Ísland er ekki einangráð frá heiminum. Það sem við höfumst að hér getur haft afleiðingar alla hnöttin. Við skulum stuðla að bæta ástandi í jarðarinnar og velferð jarðabúa. Kæru vinir, ég minni á að vissulega munu þið gera mistök á lífsleiðinni. Náið kannski ekki öllum markmiðum ykkar. En þannig er það með alla. En eins og mamma mín sagði, þá felst stundum lán í óláni. Maður breytir líka markmið á leiðinni. Og þá kemur til kasta viðhorfa. Í febrúar í fyrra komst einn sonur okkar að því að árgangur hans í fótbolta myndi ekki komast í drengjamótið í Vestmannaeyjum í júní. Maðurinn minn trúði mér fyrir því síðar þennan dag að jafnvel þótt það hefði verið skemmtilegt að fara á mótið í Eyjum, þá væri það vissulega kostur að nú sæi hann fram á að vera heima daginn sem forsetakosningar yrðu. En ástæðurnar breytast meira en við sáum fyrir. Kæru vinir, þegar börnin mín vilja ekki gera eitthvað sem þau eigi að gera eða vilja ekki fara á stað sem við ætlum að heimsækja því að það verði leiðinlegt, segja ég alltaf,
Ef þú ákveður fyrirfram að það verður ekki gaman, þá rætist það örugglega. En ef þú gefur því séns, ef þú ert opinn fyrir því að það verður kannski bara allt í lagi, þá getur verið alveg viss að það verður skemmtilegra. Það getur nefnilega orðið eins og þú heldur að það væri, en svo auðvitað mögulegt að það verði einhvern veginn allt öðruvísi. Þegar þið að temja ykkur jákvæmt viðhorf, kæru vinir, getur það útheimt sjálfstraust. Ég missti vinnuna mína þegar ég hafði verið búsett á Íslandi í 1 ár. Ég var fullvísuð að það var ekki sjálfur í mér að kenna. Það var bara vegna þeirra stöðu sem rekstur fyrirtækisins var komin í. En ég man að mér fannst leiðinlegt að uppgöta á íslenska orðið uppsögn, eða það að vera sagt upp, bæði notað það þegar mönnum sagt upp vegna samdráttar eða stefnubreytingar hjá fyrirtækinu, sem við köllum á ensku laid off, og yfir brottrekstur, til dæmis vegna lélegrar framistöðu eða misferli starfsmanns, á ensku væri það fired. Smá munur fyrir mig alltaf. Viku liðu og ég fekk neikvætt svar við öllum mínum atvinnuumsóknum, eða það sem verra var ekkert svar. Og það var dálítið erfitt að trúa að ég átti framtíð fyrir mér í þessu landi. Ég þurfti tíma og félagsskap góðra vina til að halda áfram að trúa að aðrir gætu haft þá trú á mér sem ég vissi að ég hafði sjálf innst inni. Og eins og þið sjáið ég hér ennþá. Við búum öll yfir gáfum og hæfileikum og saman skapar þetta tvennt hverjum og einum sérstöðu. Við eigum öll okkur sérstöku rödd. Það engin ástæða til að hreykja sér eða vera montinn, en þú verður að vita að það sem þú hefur fram að færa skiptir máli. Hafðu kjark til að lifa í samræmi við grundvallagildi þín. Stattu í lappirnar þegar þess gerist þörf. Sýndu samúð og vinsemd. Þið sem eru alin upp á tíma internetisins þekkið hvernig sambönd eru stundum mynduð eða þeim slitið með einum músasmelli eða snertingu á skjá. Hugsaðu áður en þú tjáir þig. Ekki gefa þér neitt, ekki ætlast til neins. Ekki hamast á móti fólki. Til dæmis fyrir það eitt að það langar ekki að hafa ananas á pítsuna sinni. Mér finnst það reynda mjög gott. Sýndu sveigjanleika. Þú veist ekki hvað framtíðin ber í skauti sínu. Eftir kosningarnar í síðasta árið talaði ég við marga kanadíska fréttamenn. Ég var næstum alltaf spurð í fullu alvöru. Ímyndaði þú þér einhvern tímann þegar þú varst að alast upp í Bóndabæ í Ottavadal að þú yrði eitt góðinn verðurdag forsetafrú á Íslandi. Ég sem vissi varla að Íslandi var til. Ef þið hefðu hitt mig eftir fyrsta háskólaútskriftina, þá hefði ég vitað að ég var það bil að fara að flytja til Bretlands, til að fara í framhaldsnám og gerði ráð fyrir að vinna þar sennilega í nokkur ár, fara kannski í bakpokaferðalag og setja svo vantanlega að til frambúðar í Kanada að því loknu. Aldrei hvarflaði það að mér að ég ætti eftir að búa á Íslandi, reka eigið fyrirtækið, eignast 4 börn og 1 stjúpbarn og vera gift forseta.
hefði þó það algjör fjarstæða. Sem sagt, lærið að grípa tækifærin og gera það besta úr þeim. Ég reyni að gera það í mínu nýja hlutverki hér. Það víst óhætt að fullyrða að ég hafi komist að radarinn hjá skipuleggjendum þessa viðburðar í dag vegna þess að ég gift þessi tiltekna manni. En engu að síðu á ég mína sérstaka rödd og ég nota hana þegar tækifæri býðst. Lefi mér svo í lokin að bæta við þessum litlu ráðleggingum. Ekki vanmæta kraftin sem felst í brosi og orðunum fyrirgefðu. Það eru að sunni forréttindi að fá að taka þátt í hátíð ykkar hér í dag. Þið hafi eignast mörg verkfæri við Háskólann á Akureyri, tæki sem þið munu nýtast ykkur í lífinu og þið munu eignast fleiri slíkt á verkferðinni sem framundan er. Ég er mjög spennt að sjá hvað bíður ykkur. Aftur til hamingju. Takk fyrir. Takk fyrir. Birkir Blær mun nú stíga aftur á svið og flytja lagið Þjóðarsálin eftir Muggisson. Ég vil vekja athygli ykkar á aðferðinni sem hann Birkir Blær notar en hann tekur upp í sífellu meðan hann er að spila og bætir svo ofan á það. Birkir Blær, gjörðu svo vel. Ég var ljóð, límdist á tungu og fyllti hjarta og lungu. Ég var ljóð, Ég var blóm, lá í hári, vökva með tári. Ég var blóm. Ég var glóð, vonarneisti, já og gleði geisti. Ég var
glóð, glóð. Ég blóð, 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 blóð. Og baslið eina á bara að reyna og reyna, reyna og reyna, reyna og reyna, reyna og reyna. Ég blóð. Takk fyrir þennan magnaða flutning Birkir. Vigdís Diljá Óskarsdóttir flytur nú ávarp fyrir hönd þeirra sem sannarlega eru í lykil hlutverkum hér í dag. Það er að segja fyrir hönd þeirra sem eru að útskrifast. Gjörðu svo vel, Vigdís. Góðan daginn og til hamingju, kæru samnemendur. Jæja, þá er þetta bara búið. Ekki athöfnin, það er örugglega nóg eftir að henni, ég ætla að tala svo lengi. En þessi háskólaganga okkar, hún er búin allavega í bili fyrir flest okkar. Og það er eiginlega svolítið skrítið hvað þessi klísja, tíminn er fljótur að líða þegar það er gaman, er sönn. Hann er búið að vera alveg tryllingslega gaman á tímum. Og ég bjóst bara ekki við því. Það var búið að brýna svo fyrir mér að menntaskóla árin væru bestu ár lífsins. En ég held að þeir sem segja það hafi ekki farið í háskólan á Akureyri. Ég átti bara ekki von á því að þetta yrði svona skemmtilegt. Ég man þegar ég var nýflutt hingað norður, sat á óumbúnu rúminu í stúdentagörðum sem ég leigði með 3 strákum og ég opnaði tölvuna. Fór á Facebook og sá það á mér til mikillar skelfingar að þar hefði verið stofnaður Facebook-hópur fyrir námskeið sem ég ætti að sitja þetta fyrsta námsár mitt, inngangur að þjóðfélagsfræðum. Þar höfðu nemendur þá þegar hópað sig saman í leshópa, keypt allar bækur og voru jafnvel búnir að lesa einhverjar þeirra. Ég er nú ekki þekktur að vinna eitt sérstaklega kvíðin eða stressuð manneskja, en ég fekk bara kvíðakast þarna. Og gerði það sem að allir fullorðnir háskólanemendur hefði gert í sömu stöðu og hringdi með grátstafinn í kverkunum í mömmu. Mamma, ég er ekki nógu klár, ég er klárlega ekki nógu skipulögð. En mamma sagði þá það sem að háskólinn seinna sannaði fyrir mér. Þetta verður allt í lagi, þetta snýst bara að leggja sig fram. Þetta snýst nefnilega bara að leggja sig fram. Sama hversu óklífanlegt fjallið kann að virðast í fyrstu, þá er háskólinn kennt okkur að með að taka 1 skref í einu, setja bara annan fótinn fram fyrir hinn, vel studd af kennurum og samnemyndum, þá munum við á endanum standa á toppi fjallsins, hreykinn á okkur að hafa klárað. Og það er það sem við stöndum í dag. Auðvitað er fjallið mishátt fyrir okkur. Sum okkar mæta hindrunum sem að aðrir sjá ekki. Það eru til dæmis þeir sem eru í háskólanámi með börn, kljást við sjúkdóma, eru í fullri vinnu með, og það eru þeir kandídatar sem að eiga mína fyllstu virðingum. Mér finnst þetta mjög flott að klára háskólan svona. Þetta er alveg nógu erfið þó maður sé ekki að gera nokkuð annað en að stunda námið. En í háskólanum þá hef ég lært svo ótal margt sem er ekki hluti af neinni námskeiðslýsingu. Ég hef til dæmis lært að halda mér vakandi í mjög erfiðum aðstæðum. Aðstæðum eins og löngum mánudagsfyrirlestrum hjá kennurum sem finnst tónfall í rödd fullkomlega ofmetið. Ég hef lært að það er betra að vinna jafn óðum til þess að taka ekki 3 vikna vinnu á einu kvöldi. En ég er bara búin að læra að það er betra, ég er ekki búin að læra að gera það ennþá samt.
Og svo hef ég líka bara eignast svo ótrúlega marga og skemmtilega vini hérna sem ég veit að ég áttur að eiga til æviloka og það er fullkomlega og ómetanlegt. Ég er handviss að við sem hér eigum eftir að ná langt. Við höfum öll lært þær dýrmætu leksíur sem að Háskólinn á Akureyri kenndi okkur og þess vegna veit ég að við munum setja markmiðið hátt og leggja okkur fram við að ná þeim. Því þetta verður allt í lagi, þetta snýst bara að leggja sig fram. Takk fyrir mig. Góðvinir Háskólans á Akureyri mun nú veita verðlaun en það er Brynhildur Pétursdóttir formaður góðvina sem afhendir þau. Góðir gestir. Góðvinir eru samtök nemenda sem brautskráðir eru frá Háskólanum á Akureyri og annar sem bera hag Háskólans fyrir brjósti. Og eins og rektor kom inn á í sinni ræðu þá er markmið góðvina fyrst og fremst að auka tengsl Háskólans við fyrrum nemendur og styðja við uppbyggingu Háskólans með ýmsum hætti. Við höfum þessa mundir mikinn huga á að gera ríkari hefðum að fyrrverandi nemendur, svo kallar alumni, haldi betur tengslum við sinn gamla háskóla, jafnvel með endurfundum, þar sem ákveðnir árgangar hittast. Leið og ég óska kandidötum til hamingju með daginn, þá hvet ég ykkur til að skrá ykkur í félagið strax í dag. Við viljum auðvitað gjarnan sjá okkur sem flest í félaginu og munum verða sýnileg hérna við innganginn hérna fyrir framann. Við munum með öðrum orðum sitja fyrir ykkur. Eitt af því sem góðvinir hafa gert fyrir árinu 2004 er að heiðra kandidata sem hafa unnið óeigingjarnt starf í þágu skólans, til dæmis með því að kynna háskólann, efla félagslífið eða sitja í hagsmunanefndum fyrir hönd nemenda. Heiðursverðlaunin eru nælur sem gullsmiðurinn Kristín Petra Guðmundsdóttir smíðaði. Nælan er eftirlíking listaverksins Íslandsklukkan eftir Kristinn Hrafnsson sem stendur á háskólasvæðinu og vísar til þeirrar árvekni sem einkennir gott háskólafólk. Ég ætla núna að kalla heiðursverðlaunahafana 3 upp á svið og biðja þá að koma hérna upp á sviði til mín og jafnframt ætla ég að biðja rektor aðstoða mig og afhenda verðlaunin. Af viðskipta- og raunvísinda sviði Karin Björk Gunnarsdóttir. Af hug- og félagsvísinda sviði Thelma Eiðsdóttir. Af heilbrigðisvísinda sviði Hrafnhildur Gunnþórsdóttir. Ég er hér farin að drekka úr einhverju glasi sem við erum örugglega öll búin að drekka úr. Það er nú allt í lagi. Já. Ég ætla að lesa hérna stutta umsögn verðlaunahafana. Og eftir hvern verðlaunahafa þá afhendir rektor næluna. Karin Björk Gunnarsdóttir er kandidat í viðskiptafræði. Karin hefur staðið sig mjög vel í námi og að auki hefur hún verið afar virk í störfum fyrir háskólann en hún sat meðal annars í kynningarnefnd Háskólans á Akureyri og tók þátt í opnum dögum. Karin er alltaf jákvæð og dugleg í öllu því sem hún hefur verið beðin að taka þátt í. Það er nemendum eins og henni að þakka að ímynd og orðspor Háskólans á Akureyri vex og dafnar með ári hverju. Thelma Eiðsdóttir er kandidat í sálfræði. Thelma er afskaplega góður námsmaður, sjálfstæð og metnaðarfull. Hún er mjög dugleg og jákvæð og fer í öll verkefni með það hugarfar að leysa þau farsællega úr hendi. Thelma er það eiginlegt að koma vel fram í öllum samskiptum við annað fólk en jákvæðin og lipur í mannlegu samskiptum einkennir alla hennar framgöngu. Thelma stóð sig með prýði sem formaður kynningarnefndar Háskólans og það verður erfitt að feta í hennar stóru fótspor. Hún er og verður Háskólanum á Akureyri til mikils sóma.
Hrafnhildur Gunnþórsdóttir meistarnemi í heilbrigðisvísindum. Hrafnhildur einstaklega áhugasamur og vandvirkur nemandi sem brennur fyrir áhugasvið sitt. Hún valdi verkefni sitt að kostgefni og átti auðvelt með þá þverfaglegu samvinnu sem námið krafðist, en Hrafnhildur rannsakaði kynferðislegt ofbeldi í æsku meðal fanga. Hún tók þátt í ráðstefnunni Einn blár strengur og með verkefni sínu og kynningu á því var hún áberandi í fjölmiðlum og vakti þar með verðskuldaða athygli á rannsóknum sem framfara innan Háskólans á Akureyri og háskólanum til mikils sóma. Ágætu gestir, það alltaf gaman að því þegar óvæntir atburðir gerast. Það vill svo til að við eigum í smá vandræðum með gjafirnar, það töfðust á leiðinni. Er það 1 mínúta eða 2? 1. Þá komið að því að rektor taki stand-up. Uppistand samkvæmt ábendingum mennta- og menningarmálaráðherra sem vill svo gjarnan að við slettum ekki og er ég sammálan með því. Rétt á meðan við bíðum þá langar mér samt sem áður að undirstrika hversu mikilvægt starf góðvinna er vegna þess að við þurfum öll á því að halda eins og ég kom inn á í ræðu minni. Þá þurfum við öll á því að halda hér við skólan að þið standið að baki okkur við uppbyggingu skólans til lengri og skemmri tíma. Við getum ekki gert þetta einn og þetta er ekki eingöngu ábyrgð stjórnmálamanna. Á sama hátt vil ég líka ítreka hversu gríðarlega mikilvægt það er að nemendur tilengi sér ekki eingöngu það faglega nám sem í boði er, heldur taki virkan þátt í sínu samfélagi. Og þá fæ ég tækifæri aftur til þess að vitna í mína fyrirræðu, þar sem ég mæli með og segi, haldið þessu áfram. Þið hafið staðið ykkur stórglæsilega í því að styðja við háskólasamfélagið meðan þið hér stunduðu nám. Ég hvet ykkur eindreiði til þess að halda áfram með þennan kraft í að styðja við þau samfélag sem þið munu starfa í. Og að því loknu mun ég afhenda verðlaun. Rektor ekki nógu myndarlega til þess að vera í þessum hópi. Góðvinir, þakka fyrir sig. Jæja, þá fer þessari brautskráningu að ljúka. Hvert fræðasvið mun taka á móti kandidötum og gestum með léttum veitingum í húsakynnum fræðasviðana og þetta er allt saman í boði góðvinna og háskólans. Móttaka viðskipta og raunvísindasviðs verður á Borgum, heilbrigðisvísindasvið verður í verklegu stofum upp í Jóðhúsi og hug- og félagsvísindasvið verður í miðborg. Nú göngum við úr salnum en fyrst fara Elísa Reid forsetafrú, rektor, mennta- og menningarmálaráðherra, sviðsforsetar og þið kandidatar. Við byggjum kandidata og gesti að stoppa ekki fyrir framan salin, heldur fara bara út í góðaveðrið, þar sem eru núna sennilega bestu birtuskilyrði á norðurhveli jarðar. Það er enda dálítið kalt, en þar gefst færi á að taka þær myndir sem að óskar. Starfsfólkið í háskólanum mun síðan sjá að beina ykkur á rétta staði þegar þeir eru búin að taka fyll ykkar af myndum. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri viljum við óska kandidötum og fjölskyldu ykkar innilega til hamingju með daginn. Við höldum áfram að fagna með ykkur á afmælisári skólans og vonumst til að sjá okkur sem flest á afmælisháttíðinni hér 3. september. En þá ætlum við að vera með opið hús og kynna starfsemi skólans enn frekar. Já, og bara gera okkur glaðan dag. En að því sögðu segjum við brautskráningar-athöfn Háskólans á Akureyri 2017 slitið. Verið þið sæl. Verið þið sæl.